Við höfum aðeins verið að fjalla geðheilbrigðismálin, byrjuðum á umfjöllun bjarg og svona rekstraraðilann þar, mannvirðingu. Þú hefur verið að vinna lengi í þessum geira og það kannski, gott líka að hafa það með það voru fréttir í dag af einmitt mjög þungu máli þar sem að maður dæmdur í öryggisvistun. Það voru stuðandi fyrirsagnir einmitt þar sem að voru svona vitnað í hann og svona og þetta svona iðrunarleysi sem hann sýnir og maður velti fyrir sér hvort að hann lendi einmitt á réttum stað. Þetta var maður sem var nýkominn úr fangelsi fyrir ofbeldisbrot gegn móður sinni. Hann kemur heim, myrðir hana og nú á að senda hann aftur eitthvert. Þú eins og ég segi, hefur við starfað lengi í þessum málum hvernig horfir þetta við þér? Ég meina, þurfum við ekki að fara að fjölga þessum úrræðum Jú, ég að gera eitt gott úrræði sem að eru fyrir þess að þyngri einstaklinga. Ég meina, einstaklingar eru mjög svona mismunandi í þessum málum. Ég held að þetta fer voðalega mikið eftir bara hverjum einum, hvernig þú veist til text og hvaða þarfir hann hefur. Og svo þetta náttúrulega bara einstaklingar, personur. Þetta málaflokkur sem hefur kannski setið svona svolítið á hakanum og hefur oft verið gagnrýndur en þú varst að vinna eins og ég sagði hjá þessi fyrirtæki mannvirðingu. Það sem að var, það var mikið álag, það ekki rétt hjá mér? Já, það náttúrulega mjög mikið álag, svona þetta er svolítið spennað sem fylgir þessu starfi og það reynir á, það er lúmst álag. Og fyrir utan það að sinna vaktastarfi, það er náttúrulega enn eitt. Og þannig að þetta ég myndi segja að þetta væri býsna erfitt starf, að svona sinna svo vel farið. Og mér finnst svona aðbúnaður í kringum starffólk ekki vera nægilegur. Bara vera til þess að vakta þeirra heilsu og svona vera að fylgjast með bara hvar starffólk er statt. Hverju sinni. Að hvað leyti myndur vilja og sérðu fyrir þér að væri hægt að gera betur í þeim málum? Já, það verður náttúrulega bara með auka kannski, þú veist, heilsufarslegan aðbúnað og svona og hafa einhverju umsjón með þessu. Ekki vera að keyra fólk út í endalausum aukavöktum og þar fram eftir götunum. Og það talað svolítið svona vöntun á eftirliti með einkaaðilum í svona opinberum rekstri. Ertu sammála því? Já, ég meina það er allt eftirlit ég meina ég sé ekki drangt við það að hafa einhver eftirlit í gangi. Ég meina það þurfa allir eftirlit sem að sinna einhverjum alvöru störfum og mínum mati er þetta svona fólk óttast að vera með einhvern yfir sér, en ég held að þetta sé ekki þannig. Ég held að þetta sé bara mjög svona ákveður lágmarks, svona, að þetta sé í einhver algjör lágmarki, en þó eftirlit og að vera að kanna hvað fólk er að gera og hver er framþróunin og hvert þau eru að stefna með þessu öllu. Ég meina, ég hef upplifað svona allan að 3 staði sem að svona, þeir voru ekkert kannski að leiða mann eitt á einhvern stað. Það var engin skipulög framþróun í gangi. Þessi staðir sem að þú varst á og þetta eru þessar öryggisvistanir sem við þekkjum hvað er jafnaðarsel sem verður svo reynimelur og svo. Akkurat, þetta er svona svolítið færist frá einu staði yfir í annað. Já. Er eitthvað sérstaka ástæða fyrir því þessi starf sem alltaf að flytja og ég meina hvernig áhrif hefur það á fólki sem að situr þarna inni? Já, klálega er það náttúrulega svona smá ístöðuleysi en ég meina það sem þessi einstaklingar þurfa er náttúrulega bara að geta tengt sig að einhverju leyti aftur við mannlegar aðstæður og að þeim sem mætt með mannlegu viðbragði eða svona bara mannlegum tilfinningum og svona það sé ekki bara alltaf að vera skipaðin fyrir og þeim sé alltaf haldið í einhverju svona fangelsisvistun og ég held að það sé allan klálega eitt hlutur. En já,
þetta er góð spurning. Við sögum aðeins frá hérna Bjargi, eins og ég sagði hérna í síðustu viku og svona ræddum aðeins um það. Þar er einn einstaklingur í öryggisvistun núna sem er reyndar svolítið svona, það verðist ekki alveg passa, svona í ljósi þess að það er vistheimili, en þetta er allt rekið af sama fyrirtækinu, fyrirtæki sem hefur verið gagnrýnt opinberlega og hérna, svona aðilar allavega innan þess hafa verið, það hefur verið talað um svona erfiðar vinnuðar, það eru vinnumóral og þar fram til göttunum. Er þetta þín reynsla? Já, að vissu leyti. Hvernig þá? Mér finnst kannski að vera að bóla saman of ólíkum einstaklingum. Það finnst mér ekki alveg vera kannski málið. Ég held að þeir þurfi alveg sér stað til þess að allan ná að tengja sig upp nýtt. Og það má vel vera að þetta sé svona seinni tímamál að fara með á einhvað heimili, en mér finnst þetta svona hljóma eins og einhver svona bara leppur. Já, einmitt, þetta sé bara verið að stoppa í ykkur gutt. Það sé verið að stoppa í ykkur gutt bara. Þetta sé ekkert svona raunverulegt. Það er ekki hugsun á bakvið það, held ég, svona finnst mér. En þú verður fyrir kulnun í þessu starfi, í að starfa með þessum einstaklingum, erfiðu einstaklingum svona innan geðheilbrigðiskerfisins. Hvernig lýsir það sér? Hvað kom fyrir? Já, það sem kom fyrir bara að ég keyrði mig bara út einhvern veginn í starfinu og náði ekki að hlaða batterín aftur. Og já. Og mér finnst ég ekki hafa fengið skilning fyrir því ástand sem ég á komin inn í. Og þess vegna það verið sagt upp, þú veist, ég var mjög ósátt við það. Já, þér var sagt upp á meðan að þú varst í kulnun. Já. Á meðan það hefur kannski verið hægt að eiga eitthvað samtal og kannski finna eitthvað út úr þessu. En hérna, já. Var einhverju aðdragandi að því að þú fórst að svona finna fyrir einkennum kulnunar? Nei, en það er bara, þú veist, þá var ég búinn að vinna í 4 ár eða 5 ár í vaktastarfi og það tekur á. Og voru þá ekki svona inn á vinnustannum ykkur, bara svona eins og trúnamenn eða einstaklingar sem var hægt að leita til og segja svona, heyrðu, já, mér líður svona og svona, eða var einhvern veginn svona skortur á þá eftirliti bara með starfsfólkinu sjálfu eða svona, já, þú veist, það var kannski ekkert bara verið að sýna neitt svona svigrúm með þetta, og ég held að ég hafi bara verið að fara að óttast að ég er bara einhver svona baggi á þessa starfsemi og væri bara síðan komið kannski í ársleyfi bara, þú veist, á launum sem var kannski ekki endilega það sem máli snýrst sko. En þinn réttur samt alveg svona skýlaus? Nei, minn réttur. Já. En það bara fór sem fór. Já. En ég meina, fórstu ykkur tíman með þetta bara fyrir stéttarfélagi eða? Nei, ég gerði það reyndar ekki. Nei. Var einhver sérstök ástæða fyrir því? Já, ég leita á þetta bara sem þetta væri bara búið. Það er allan að minni hálfu. Svona. Já, bara fegst nóg. Já, bara fegst nóg. Já. En þú ert mættur aftur til starfa, finnur svona að, já, sko, ertu ekki á hættusvæði? Hvað það var þar? Að vera komin aftur í... Nei, þetta er allt öðru. Ég held að nú er ég ekki að vinna með einstaklingunum sem er í öryggisvistun og það er bara í sjálfstæðri búsetu og það hefur bara gífurlegu munur og þetta er allt öðru einstaklingar þannig að Það er áhugavert að segja það einmitt að því að þegar við fjöllum Bjarg þá segjum við einmitt frá því að það sé einstaklingur í öryggisvistun inn í svona sjálfstæðri búsetu sem að svona gengur ekki alveg upp. En segð mér hérna Hafsteinn, svona aðeins meira svona kannski frá reynsluðinni af mannvirðingu, þessu fyrirtæki sem að virðist ég sjá bróðurpart þessara öryggisgæslna sem að eru núna allavega í gangi.
sko, hvernig samskiptum áttu þið? Bara svona þegar í aðdraganda og í kringum þína kulnun og hérna, og hvernig var tekið í það þegar þú svona viðraðir það við þetta fólk að það væri nú kannski bara ekki alveg allt í lagi með feldu eða allt með feldu eða það væri of mikið álag? Já, það var hvernig það tekið ég? Já, kannski ekkert allt og vel sko. Nei. Og það hafi verið bara svona að kannski hef ég átt að bera þetta upp fyrr. Ég veit það ekki. Það er margir sem að ég hef rætt við tala svona eitrað vinnustæðamenningu. Já. Kannast eitthvað við það? Já, ég kannast alveg við það. Það hefur alveg verið, það hafa alveg komið tímabil, en það er samt mjög dásanlegt fólk sem vinnur í þessum vistunum og ég myndi segja að það var í starfsfólki sem knýr áfram starfsemi, algjörlega. Já, þetta er... Og þeirra samheldni og þeirra svona bara daglegur rútínur með einstaklingum. Já, þetta er mikið hugsun á fólk. Já, og bara, þú veist, það er gott eðlisfæri og mentað oft. Og já. Og svona hefur unni lengi í þessum geira. Já. En hvað finnst þér svona persónulega svona hérna útvistanir í heilbrigðisþjónustu? Já, ég veit ekki. Finnurðu, hefurðu verið að vinna svona fyrir því opinbera og svo ertu með samanburð? Já, samanburð, nei, ég er nú ekkert svo mikinn samanburð. Í raun og veru byrjaði náttúrulega að vinna hjá Reykjavíkurborg. Það var vistun á vegum Reykjavíkurborgar og svo fluttist það yfir til ríkisins og þaðan fer það yfir í einkageirann. Þannig að ég veit ekki, þú veist, ég hef ekki unnið á stofnun. Nei, en greindur svona, þegar þetta gerist, greinur þá eitthvað svona mun í þjónustu eða gæðum þjónustu eða bara starfsanda eða? Já, mér fannst hann dala svolítið og eiginlega bara, já, ég myndi segja það. Þannig að, já, þetta var svona, og alveg svona tilfinnanlega bara á vinnustænum eða bara eitthvað svona sem þú greindir? Já, ég held að það hafi ekki bara ríkt nú mikið traust bara til stjórnenda, svona til að segja. En hvað myndið þú vilja sjá betur fara svona í þessum geira? Já, það er góð spurning. Ég er ekki fagleg menntaður, en bara svona sem starfsmaður á plani? Mér finnst margt alveg ábótamann, eins og bara mannvirðing, almennt. Og líka svona heilsufarslegar úrbætur. Það er ekkert verið að vinna með einstaklingum, byggja hann upp. Það er ekki verið að, ég myndi ekki segja að vera að sjá til þess að hann næri sig eins og hann ætti að gera í þessar aðstöðu og ná geðheilbrigði aftur. Og mér finnst vera að vissu leyti svona bara smá uppgjöf. Þegar hlutin eru komin á hennar stað, þá finnst mér þetta ekki einhvern veginn vera að skila sér eins og er. Nei. Og þess vegna held ég að innra eftirlit og svona að það sé mjög nauðsynlegt. Til þess að mæla framþróun á einstaklingum og annað. Já, svona skilgreining á svona öryggisvistunum einmitt þessi að fólk sem að þrífst ekki eða ekki talið að muni svona læra neitt innan gæsalappa af venjulegri fangelsisvist fært inn í öryggisvistun og þá á að vera ákveðu utanumhald og þá að svona að hlúa að ákveðnum hlutum og svona einmitt í uppbyggingu í átt að einhverjum bata þannig að fólk svona skilir sér út í samfélagið á einhverjum tímpúnti sem betri manneskjur. Þetta er svona uppferð betrunarvist svolítið og einstaklingsmiðuð en þú hefur ekki orðið var við að þetta sé einmitt mjög einstaklingsmiðuð þetta sé... Ég hef alveg séð framþróun hjá einstaklingi og mjög undraverðan hátt en þetta er mjög langur vegur til að segja að fara aftur inn í samfélagið og vera komin á þennan stað þannig að, já. Já, en þið finnst ekki kannski að þessi úrræði sem til eru núna, þau séu beint svona, þau séu í rauninni ekki alveg að uppfylla þetta hlutverk sitt gagnvart þessu fólki, þetta sé meira svona eins og geymsla? Já, ég hef það á tilfinningunni. Já.
Sko, já, þú bara svo, þú sagðir, þú hefur verið að vinna í þessum geira í mörg ár. Já, núna næstu í 5 ár. Já, og finnst þeirra, finnst þér hlutirnir hafa, sko, greinur ykkur breytingu eða finnur fyrir áhugaleysi til dæmis stjórnvalda? Já, nú þekki ég það bara ekki, nú vel. Nei. En, já, mér finnst þetta bara verið svo að það sé alltaf verið að bólis út í horni eða til hlíðar og það er ekki verið að takast á. Eða þú veist, það er ekki verið að mæla hvað þarf þetta fólk, hvað raunverulega getur gerst fyrir. Þú veist, ég meina að vera dæmdur inn í eitthvað úrræði sem er bara með x tíma yfir sér, þú veist, það segir mann svo lítið. Já. Og það geti verið 20 ár, geti verið 10 ár, geti verið nokkru mánuði, maður veit ekki. Þegar fólk er einmitt dæmdir í svona úrræði og það er einmitt rekið af einkaaðilum sem að eru sumir segja kannski fjársveltir og þurfi svona að skera við nögl í allri þjónustu og hafa kannski svona aðeins meira vald til þess og keyra þar að leiðandi svona undirmannað. Við tölum, ég talaði í fréttinni sem við sögðum frá Bjargi að þar var manneskja búin að vera á vakt í 32 klukkustundir og það var ekki einsdæmi. Sko, hvers konar áhrif hefur þetta til dæmis bara á líf bæði skjólstæðinga og svo þeirra sem eru að vinna á þessum stöðum? Þetta er bara algjörlega óásættanlegar aðstæður því að þannig að þú bara fann að brjóta þín hvíldatíma í starfi og er bara kolólulegt. Þetta er mjög ófaglegt að þetta sé að koma upp á. Já. Hefurðu unnið svona langa vakt? Hef ég? Nei, ekki svona langa. Getur maður unnið svona langa vakt? Það er svona heila spurningin. Þetta er ansi mikið. 1,5 sólarhringur bara í vinnunni. Já, þú ert allan að komin vel út í horn og hefur ekki mikið val. Þú ert að vinna svona tvöfalda vakt. Þú ert myndlistarmaður. Já. Hvað þegar maður er í kulnun, því að nú er oft talað um kulnun sem er svona ákveðna endastöð og fólk lendir hérna vegg og okkur svona. Hvernig er það með svona, ertu ennþá frjór sem listamaður? Já, ég myndi segja það. Já. Ég ætti nú eitthvað eftir, sko. Já. Þannig að kulnunin, þú kældist ekki í sköpunargleðinni? Nei, þetta er sem betur, sko, þetta eru 2 heimar, en engar síður helst þetta í hendur því að mann alltaf þetta bitnar á mann líkamlega, þú veist að lendi í svona hálfgerðu kulnunar ástandi. En, já, nei, ég hugsa að hafa bara alltaf styrkt mig að sinna myndlist. Notarðu eitthvað myndlistina svona með þínum skjólstæðingum? Er þetta eitthvað svona sem þú nærð að grípa til svona eða væri það jafnvel æskilegt að svona þínir hæfileikar á því sviði myndu nýtast betur? Ég var ráðinn inn sem skapandi einstaklingur. Já. Og það einhvern veginn komst aldrei á koppinn. Nú? Það var bara aðstæður og annað sem var bara leyfði það ekki. Nú? Þú veist, það var alltaf mikið verið að passa allt væri, þú veist, það verður ekki alltaf á einhvern veginn ofan á og hvað leiti þá? Bara, ég meina, maður á erfitt með að sjá fyrir sér um þetta þarf tíma, þetta þarf rými, veist, þetta þarf skuldbindingu. Þannig að hún var bara ekki, þú veist, bara áhugin var ekki til staðar, myndi ég segja. Hjá stjórnendum þá? Og þú ert þá að tala um mannvirðingu? Ég er ekkert að tala um endilega mannvirðingu, bara svona almennt, það sem ég hef kynst í gegnum þessar öryggisvistanir. Já. Og þetta er einmitt eitthvað sem að við treystum á í rauninni að sé þjónusta fyrir þá aðila sem eru í öryggisvistun að þeir fái þarna einmitt einhvers konar útrás fyrir sköpunargleðina og með henni nái að svona koma sér aftur á stað og virkja heilan í góðar áttir en það sé ekki verið að gera þetta. Nei, þetta er náttúrulega bara það sem að vanta svolítið hérna hjá okkur, sko, að gefa skapandi iðju bara meira vægi. Það er náttúrulega verið að vinna með fólk sem geðfallanir og það er að skapa og það er að gera ýmislegt. En það er líka þeirra, þú veist, það er það sem að styrkja það líka.
mest, myndi ég segja. Hafsteinn Mikael Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að koma hérna og gefa okkur svona aðeins innsýn svona starfsmannsplani inn í heim svona, hvað við segja, geðfatlaðra og þeirra sem eru í öryggisvistunum. Og það eru hér nokkur skilaboð og svo höldum við áfram á fréttum við samstöðarborðið. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar.